hættuförinu ekki lokið þó að fólk sé komið til Grikklands. Þá það eftir að koma sér upp til Evrópu og það oft gríðarlega löng leið, sérstaklega fyrir fólk sem fyrir fótgangandi. Konur sem eru einar á ferð og eru allslausar, eru peningalausar, þær eru í mjög mikilvæg hættu. Og það ekki komið að næstu hættu, það einfallega mansal og misnotkun? Jú, það það nefnilega. Og fyrir börn að sjálfsögðu líka. Börn hafa horfið og konur hafa horfið. Sérstaklega fyrir þær konur sem eru á ferðinni með börnin sín sem hafa ekki peninga eða fjárráð. Og þetta getur verið þær hafa lagt á stað allslausar eða bara borgað aðlögun eða verið rændar. En það sem við erum líka að benda á að það löndin voru, það var náttúrulega ekkert land í stakk búið að taka á móti þessum gríðarlega fjölda sem eru að koma. Þannig að við erum að benda á núna eftir og Júnum vann mjög ítarlega úttekt að landamærunum hjá Makedóníu og hjá Serbíu, þar sem að fólk að bíða oft í langan tíma, að þar vantar náttúrulega bara mjög marga hluti, sérstaklega eins og þau voru að tala bara hlý föt. En það sem að vantar líka var að taka tillit til þarfa kvenna, þannig að konur voru ekki svo mikill fjöldi kvenna áður og svo líka verið að þetta gleymist bara ansi oft þegar það verið að bregðast við neyð, að til dæmis það séu sér salerni fyrir konur. Að þau séu örugg, að það séu upplýst og öryggisgæsla, að það séu sér svefnaðstæði fyrir konur og fyrir fjölskyldueiningar. Það mjög auðvelt að ímynda sér að kona sem barnshafandi, sem þorir ekki á klósetti. Það náttúrulega bara hræðilegt. Þær upplifa, það var tekin viðtölandi með konur, þær upplifa miklu ógn og sofa í opnu rými með ókunnugum karlmönnum og konur sem hafa kannski mistað eigin menn sín á leiðinni, þær eru með berskjaldaðar. Svo var það einnig líka að vera bara með mæðra og ungbarna þjónustu. Mæðradauði hefur mjög aukist bara vegna þess að konur eru að eignast börn í þessum hræðilegu aðstæðum. En hversu ljótur þessi heimur, Inga Dóra? Þetta skipuleg glæpastarfsemi hvað varðar mansal og misnotkun? Þetta iðnaður? Já, þetta náttúrulega bara einn af stærstu iðnaðum í heimi, mansal, það. Ég held að sé þriðja stærstu iðnaður í heimi. Þannig að þetta náttúrulega kjöraðstæður fyrir glæpamenn í þessum hugleiðingum. Og verðið þið vör við það að þeir hugsi sig einfaldlega bara gott til glóðarinnar akkurat við þessar aðstæður? Já, þetta bara kjöraðstæður fyrir þetta.